Það var þriðji liður aðalskipulag Akureyrar 2005-2018 Melgerðisás. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 11. liður í fundargerð skipulagsnefndar frá 24. ágúst síðastliðnum. Lögð var fram tillaga að skipulagslýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi vegna þéttingar byggða við Melgerðisás. Tillagan unnin af Árna Ólafssyni hjá teiknistofu Gylfa Guðjónssonar og félaga. Skipulagsnefnd samþykkir að leita umsagnar skipulagsstofnunar á skipulagslýsingunni og kynna hana fyrir almenningi í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Skipulagsnefnd gerir eftirfarandi tillögu til bæjarstjórnar bókun. Bæjarstjórn Akureyrar samþykkir að leita umsagnar skipulagsstofnunar skipulagslýsingu, aðalskipulagsbreytingar fyrir Melgerðisás, dagsettri 19. ágúst 2016 og kynna fyrir almenningi í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil aðeins í þessu sambandi gera örlítinn fyrirvara að minni hálfu við þessa skipulagslýsingu og hún liggur í því að í þessari lýsingu verið að gera ráð fyrir því að svæði sem í núverandi aðalskipulagi merkt sem íþróttasvæði, þar að segja kastsvæðið austan Skarðshlíðar og móts við Bogann, að þar gert ráð fyrir í þessari lýsingu að rísi íbúðarhúsnæði. Ég allavega mun gera fyrirvara á samþykkt mína við þessari lýsingu að því leytinu til að mér sjálfsagt að þetta fari í umræðu í bæjarfélaginu. En það ekki mér vitanlega búið að leysa það hvernig menn ætla að koma þá því íþróttasvæði sem nú þarna undir annars staðar fyrir, og ég mun alveg klárlega vera á móti þessum breytingum ef að það mál verður þá ekki leyst með viðunandi hætti. Og ég set svona ákveðna fyrirvara við það að vera að þrengja of að þessu svæði, því að þarna má hugsa sér ákveðið þróunarsvæði tengt þessu íþróttasvæði sem nú þegar búið að byggja þarna upp. En það sjálfsagt að setja þetta í umræðu, fá athugasemdirnar, setja þetta í kynninguna og þetta á eftir að koma inn aftur. Vildi bara ítreka þetta. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Það sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu til þess að geta samþykkt eins og þess gefur merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.